gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að tala pólitík á aðventunni. Eiríkur Bergmann, prófessor, hingað kominn. Blessaður. Sæll. Þú búin að vera svolítið lengi á leiðinni. Ég ætlaði að fá þig hérna fyrir einhverjum vikum að tala svona uppgang Miðflokksins. Já. En það kannski orðnar gamla fréttir. Já. Hérna. En í millitíðinni þá kom þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna, þar sem að það stefna Trump-stjórnarinnar. Já. Eða greining Trump-stjórnarinnar á veikleikum Evrópu, að Evrópusambandið heldur Evrópu niðri. Og eiginlega eini ljósipunkturinn uppgangur þjóðarsinnaðra hægri flokka. Þú lærði þessu, þetta stefna Bandaríkjanna í Evrópu. Já. Og þeir náttúrulega ekki nefndir, en við þekkjum til dæmis þegar D.D. Vance tók upp hanska fyrir AfD, valkostur í Þýskalands í München hérna fyrir árinu, og getum okkur til þess hvaða flokkar þetta eru. Já. Og þá hérna kemur trikkispurning. Mundurðu telja að bandarísk stjórnvöld, Trump-stjórnin og menninni kringum hann, myndu flokka miðflokkinn sem slíka flokk? Ég veit það ekki nákvæmlega, en hann myndi alveg örugglega komast næst í af stjórnmálflokkum á Íslandi. Og mun nær en Sjálfstæðisflokkurinn? Já, miklu nær. Já, það er ekki spurning. En þá náttúrulega því ég hefur að velta þessu fyrir mér út af þessari stefnu Trump. Og þá ég að skoða svona flokkana og stöðu þeirra í ýmsum löndum, og þetta svona flokkar sem hafa svona 20+ fylgi svona næst okkur, nema umbótaflokkur Farage sem mun vera fylgi. Svo óvenju mikið fylgi í Frakklandi. Já, og hefur verið lengi. Já, óvenju mikið, það er líkara því sem að maður sér svo bara í Austur-Evrópu og í Austurríki. Maður sér náttúrulega í Mið-Evrópu svona að þetta er stjórnmál sem að þeir una vel við í svona Mið-Evrópu, Austurríki, Tékklandi. Já, bara líka á Ítalíu mjög lengi, sko. Þessi áður koma þess að því að þá náttúrulega þessi þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna stórmerkileg. Þetta eru algjör pólun og öllu sem að við höfum áður séð þaðan, og í rauninni ekkert annað en breiðsíðu árás að þann arkitektúr alþjóðakerfisins sem að Bandaríkin höfðu forystu að yrði reistur eftir seinni heimsstyrjöld, og hefur verið svona grundvöllur hins frjálslynda lýðræðis sem að við höfum búið við í samtímanum, og að flestra mati grundvöllur þeirra gríðarlegu lífskjara sóknar sem orðin hefur senastlegin 70-80 ár á Vesturlöndum, og Evrópusambandið og allt samstarfsnetið í Evrópuráðið, hvaða nöfnum sem að þessi samtök nú nefnast, voru að stórum hluta til byggð vegna hvatningar Bandaríkjanna þar að lútandi. Bandaríkin voru mjög áhugasöm á þeim tíma að samstarfsnet yrði byggt á milli hinna aðskildu ríkja Evrópu, sem að þjóðernishyggjan hafði nú lagt allt í rúst hérna í álfunni, þannig að þetta er rauninni algjörlega árás á eigin afurð sem að þarna vestanfrá. Og þess vegna þessi því hafi orðið eitthvað svona öfug þróun í Evrópu. Já. Trump segir núna reglulega að Evrópusambandið hafi verið stofnað til þess að hafa féð að Bandaríkjum. Já, þá hafa Bandaríkin hvatt til þess að það yrði stofnað til þess að hafa féð að þeim sjálfum, því að það var mjög eindregin hvatning. Maður kemur út úr Marshall aðstoðinni á sínum tíma, þegar GATT stofnað, tengslum við Sameinuðu þjóðirnar meira að segja, og liður eiginlega í alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Bretton Woods var þetta samstarf Evrópuríkja, og þannig að Bandaríkin voru þar alltaf helsti hvatamaðurinn, en nú ráðast þau að þessu afkvæmi síðunu. Það hefur nú gerst áður í sögunni að skaparinn fær samviskubitið við hvað hann skapar. Já, Frankenstein fjallar til dæmis um það. Já,
Það eitthvað svolítið sem þetta eiginlega einhver leyti eftirsókn eftir ástandi sem að ríkt í Evrópu á milli stríða. Miklu frekar heldur en sko að því ástandi sem að við höfum þekkt á eftir stríðsárunum. Og við eigum því ekki að venjast að þessi horti þess tíma sem the good old times. Nei. Ég hef bara gert það áður. Sumum kannski þótt skemmtilegt á Weimar-tímanum en það sem kom í kjölfari var miður. Það ekki oft vísa til þess sem eitthvað skemmtilegt. En ef ég má aðeins, ef við erum að horfa á þetta, Steve Bannon sem var nú ráðgjafi Trump í fyrri kjörtímabilinu, hann hafði svona einhverja hugmyndir svona sameina þjóðernisflokka Evrópu og fórum og hélt ræður og ýmsum svona fundum og fleira en það er nú ekki lítið að það hafi verið gifturík för. Nei, sko, vandi með flokka sem eru fyrst og fremst grundvallar á þjóðernishyggju einmitt sá að þeir eru þjóðernissinnaðir. Fasistar Mussolini og nasistar Hitler skátunni saman. Já, það oft reyndar verða á nátt bandalega þarna á milli og það búið að reyna mjög mörg bandalög þjóðernispopulískra afla í Evrópu undanfarna áratugi. En það eru svo miklar eldglæringar alltaf þarna á milli. Bara, þú veist, sko, bara Norðurlöndin þá voru þau stöðugt að reyna að teygja sig til hvers annars og stöðugt að afneita hinum, sko. Pia Kjærsgaard, sko, í Danmörku var alltaf að reyna að líka sér við, sko, framfaraflokkin í Noregi. Karli Hagen þar í landi afneitaði þeim samanburði algjörlega og sagðist bara vera svona sístu flokku venstri í Danmörku. Og svo þegar að Svíþjóðardemókratarnir fóru nú að lýsa sjálfum sér að þeir væru nú bara svona sænsk útgáfa danska þjóðarflokknum að þá reis Pia Kjærsgaard upp á afturlappirnar og sagði að þessi nínastar í Svíþjóð ættu ekkert sameiginlegt með danska þjóðarflokknum og svo framvegis, sko. Að mörguleiti þetta réttmætt viðbrögð, þannig að þessi flokkar eru ólíkir. Þeir eru mjög ólíkir, já. Sömuleiti þetta náttúrulega að þú vilt ekki láta taka það neikvæðasta úr einhverju flokki í öðru landi og smyrja á því. Þannig að það eðlilegt að fólk sé bara með almenna varnir gagnvart því. En þú nefnir þessa 3 flokkar sem á Norðurlöndunum. Sem danski þjóðarflokkurinn. Það reyndar komin, sko, Danmerkur demokratar. Sem gera tilkall til þess að verða fórustuflokkur þessa ný könnun núna sem að DR var að birta og samanlagt fylgi þeirra svona 18+%, 18-19%. Sko eftir að það nokkuð jafnt á milli. Eftir að sósíaldemókratar stálu stefnu danska þjóðarflokksins og lögðu fylgi hans þar að leiðandi til sín. En það nú ekki staðan í dag. Það bara 6,5% í þessari könnun sem að gefa sig upp við að kjósa sósíaldemókrata. Sem að ég held að þú ekki sér svona lága tölu áður. Já, það alveg rétt. En sko, það var eiginlega það sem ég ætlaði að bæta við. Það sem mjög athyglisvert í þessari þróun sko meginstjórnarflokkar hafa beitt alls konar aðferðum við að reyna að takast á við þjóðernispopúlistana. Sumir hafa reynt að setja svona sóttvarnahring utanum það, þannig að enginn bara í kerfinu geti unnið með þeim útilokað á. Kallað cordon sanitaire, það hélt lengi vel í Svíþjóð þar til að sá sóttvarnahringur brast þar. Í Danmörku fóru menn aðra leið, það var svona að reyna bara að þú veist að if you can't beat them, join them eiginlega, sko, bara með því að taka yfir stefnu þeirra og til skamms tíma að þá tókst að halda þeim niðri þar en það sem að kannski núna komið ljós og komið ljós í sveitarstjórnarkosningum, sérstaklega í borgarstjórnarkosningunum í Kaupmannahöfn að þá var til rými vinstra megin og frjálslyndismegin á einhvern hátt við sósíaldemókratana fyrir aðra. Þannig að það hefur enginn fundið upp sko réttu aðferðina og við erum að horfa upp á það í Bretlandi að sama runn upp á teininum þar. Íhaldsflokkurinn varð fyrir mikil samkeppni frá UKIP, sko. UKIP, Brexit-flokkurinn, reformir, allt sama tóbaki. Og þeir urðu fyrir mjög mikil samkeppni frá UKIP, þannig að þeir fóru að elta og taka upp töluvert af stefnumálum UKIP og runni drápi þann flokk. Síðan sko kemur bara faras alltaf aftur og aftur, fyrst með Brexit-flokkin í kjölfarið á Brexit, það var ekki nægilega
vel framkvæmt að hans mati sem nú klassískt stef. Og svo núna reform og þá sko íhaldsflokkurinn búinn að veita þessari stefnu svo mikið lögmæti að hann í rauninni bara að rísa íhaldsflokknum yfir öxl. Faras eiginlega meira ekta heldur en íhaldsflokkurinn. Já, hann sko íhaldsflokkurinn elta. Já, þetta svo það sem Sjálfstæðisflokkurinn stundu gagnrýndur fyrir varðandi Miðflokkinn. Já, þannig sko þetta líka bara svona kjósandi sko ef þú ert með harðlínuflokk eða flokk sem harður í einhverju málefni, svo ertu með einhvern annan flokk sem hefur ekkert verið á því málefni og kemur svona hálfvelgjulega eftir því, okkur kýst ekki bara, alvöru stöffið sko. Real thing eins og. Já. En við má aðeins fara til Norðurlöndana, að það voru með danska þjóðarflokkin sem kannski svona, hann gamall og rótgróinn. Og svo ertu með Danmerku demokratana sem vísa náttúrulega beint í Svíþjóð-demokratana. Já, bara þeir tóku bara upp nafnið. Já. Og það bara klár tilvísun og í velgengni þeirra. Já. Og þar lendi myndum að gera ráð fyrir því að þeir væru líkari Svíþjóð-demokratunum heldur en danski þjóðarflokkur sem var afneitað. Og þannig að það blæbrigðamunur þar á. Og svo eru tveir aðrir svona flokkar þarna. Svo eru tveir aðrir svona flokkar þarna í Danmörku. Já, þeir eru svona litlir og... Já, sko nýju borgarlíi sem komast nú inn á þing og svo Stram kurs sem náttúrulega bara svona einhver harðlínu nýrasista flokkur sko. Þetta eru svona svipaðu flokkarnir sem eru sko hægra megin við þjóðfylkinguna í Frakklandi. Þeir eru nokkrir sko og oft búnir til í kringum eitt kall eða eitthvað svona. Já, þetta eru svona fórustu manna svona smíðar einhverjar. En við erum með tvo þarna í Danmörku, danska þjóðarflokkin og Danmerku demokratan, svo erum við Svíþjóð-demokratana, svo erum við með framfaraflokkin í Noregi. Já, hann allt öðruvísi. Hann allt öðruvísi og það sem mér langar til þess að við aðeins reyna að ræða aðgreiningin, að mér langar svo að koma því hvers konar flokkur Miðflokkurinn. Sko maður myndi ætla að framfaraflokkurinn væri svona, ég vil ekki segja normal, hann svona líkastur svona hefðbundum stjórnmálaflokkum af þessum öllum. Sko, í mínum fræðum, þar sem ég í hennu fræðilega samtali í Evrópu við kollega, að þá stendur bara yfir umræða það, hvort að hægt sé að flokka norska framfaraflokkin ennþá sem þjóðernispopulískan flokk eða ekki. Hann bara komin út úr því mengi og orðin venjulegur bara svona frekar þjóðernissinnaður hægri flokkur á norska vísu. Og þetta bara þetta svona bara matsatriði í raun og veru þannig að sko hann í óravegu frá sko frönsku þjóðfylkingunni eða Geert Wilders eða AfD í Þýskalandi og bara algjörði óravít frá nágranni sínum í Svíþjóðdemókrötunum. Og þú ættir erfiðleikum með að segja að þetta væri systurflokkur Miðflokksins, þetta getur annars verið systurflokkur Fólksins eða þetta getur verið systurflokkur Framsóknarflokksins. Ég myndi nú jafnvel segja sko að ef maður ætti að setja Miðflokkinn sko mátan við þessa flokka þá sé nú kannski norski framfaraflokkurinn ekkert sko óvitlaus samlíking. Reyndar svona meiri orðar akkurat núna hjá Miðflokknum sem bara innan úr þessu bandaríska menningarstríði. Það hljóma bara eins og umbótaflokkur. En ég hafði ekki alveg upplifað Miðflokkinn þannig, þar til bara alveg nýverið, en ég veit ekki hvort þetta sé varanleg breyting. En það mjög líklegt að þeir eldi þetta nýjan tón ef þeir meta það sé ástæðan fyrir því að þessi rísa. Já, það getur alveg verið en sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson miklu líkari Karli Hagen heldur en mörgum öðrum sko í sínum málflutningi. En hann líkari Hagen heldur en Faras? Já, Faras svo mikill háðfugl og svona skrítinn Mörgum þykir Sigmundur fyrir það? Já, það kannski gamall kunnuskapur við mín svið Sigmund sem að gera það verkum að ég tel mig það ekki að svona mikri hlið á manninum sko. Sem að ekki góð stjórnmálafræði reyndar. En sko ég hef ég ekki mikið að fjalla Ísland í mínum fræðum sem sagt á evrópskri vísu en ég oft beðinn svona
samt út af því að það bara óþægilegt á einhvern hátt, meðal annars út af þessum kunningsskap öllum saman. En ég hef stundur neyddur til þess að setja Miðflokkinn og þá hef ég notað hugtakið quasi-populist, hálfpopulískur. Og það sem að framfaraflokkurinn myndi lenda. Já. En ekki danski þjóðarflokkurinn. Nei. Og ekki svíþjóðdemókratar. Og sannarlega ekki sannir Finnar. Nei, þetta er bara Finnaflokkurinn eins og heitir. Þetta er bara nativist populist flokkar, svo við köllum það. Og Reform. Og Reform það líka. Það líka. Já, en Reform að sumuleyti kannski á einhvern nátt á pari við Sannfinnana. Það er svona önnur aðeins vít, það er þessi náttúrulega and-Evrópu vít sem er í Miðflokknum. Sem er í Miðflokknum, já. En þetta er svona aðeins þetta er ekki mörg atriði sem að sameina þessa flokka. Þetta eru kannski, hafa ég sagt, 3 grundvallaratriði. Það er bara andstæða við kerfi, elítu, bara innra kerfi. Þetta er allt það er búið að búa til eitthvað monster sem að byrja að brjóta upp. Það er eitt. Það er að gegn svona alþjóða strúktúrnum sem við búum við, sem við nefndum í upphafi, Sem í Evrópu getur verið andstæða við Brussel. Já, og fyrir andstæða við ES eða í Noregi eða og þá verður Evrópusambandi bara svona erkitýpan af þessum alþjóðlega arkitektúru. Það er miklu fleira Sameinuðu þjóðirnar og svo framvegis inn í Evrópu, það er bara Evrópusambandi það. Og svo þriðja atriði sem er bara algjört lykilatriði í þessu öllu, það er bara andstæða við innflytjendur. Mér finnst Miðflokkurinn skora bara ofarlega í öllu þessu þrennu. Já, en þetta eru þessi 3 atriði sem og svo er svona blæbrigðamunur á milli þeirra, svona hvar þeir eru helst. En það eru bara þessi 3 atriði sem tengja það á alla. En þeir eru eiginlega allir, þeir daður allir við þetta. Til dæmis Sannfinnarnir, þeir koma upp í evrukrísunni, voru runni bara að berjast gegn bailouti í Grikklandi og Spáni og Ítalíu. Og flytja sér síðan þaðan yfir í andstöðu við innflytjendur og urðu alveg ótrúlega hávarir og árangursríkir í andstöðu sinni við múslima. Og bara, þeir gerðu allt vitlaust í Finnlandi og það eru sárafáir múslimar í Finnlandi. Eins og hér. Þannig að það er eiginlega alveg magnað hvernig það tókst. En maður gæti verið með ættrekningu á Miðflokknum einmitt yfir í svipuð mál sem að væri þá ISIF. Já, ISIF er partur af þessu. Þú veldur í hverju, hvaðan kemur mótorinn sem að knýri þetta áfram, þessa hreyfingu sem er í kringu sem það. En við megum heldur ekki gleyma því að Miðflokkurinn eru þetta klofningur út úr meginströmm stjórnmálaflokki. Það er klofningur út úr Framsóknarflokknum og fólki sem þetta kom þaðan upprunalega. Og margir sem er í Sigmundur sjálfur hefði verið formaður Framsóknarflokksins. Forsætisráðherra. Þannig að þetta er ekki sama. Þetta er ekki alveg sama andkerfispólitíkin og sumstaðar og annar staðar því að þetta eru kerfiskallar sem stofnuðu þennan flokk Sensat bara í þessari klassísku merkingu að ef að forsætisráðherra stofnar stjórnmálaflokk þá er hann í eðli sínu bara innan úr kerfinu. Það er að leiðandi kerfiskall. Þannig að þetta er nú svona stundur svolítið sérstætt. Við hafa í huga að stjórnmálaflokkar eru menningarleg fyrirbrigði og það er mjög erfitt að flytja þau í heilu lagi milli landa. Það er bara álíka erfitt eins og jafn mikið og við elskum Bubba Morthens að það var ekki hægt að flytja til Svíþjóðar eða Þýskalands. Og við getum ekki fengið Bubba Morthens þeirra þjóðverið að hinga, við myndum ekki skilja þá. Nei, svo eru aðrar menningarafurðir sem þýðast að yfir eins og Björk. En samt er svona Já, enda hefði Björk ekki fyllt sveitaball á Fáskrúðsfirði sem að Bubbi getur. Þess vegna getur hún svona valþjóðlist þarna. En það er samt að finna svona einhver element. Ef ég má pína það áfram, í staðin fyrir að flytja Miðflokkinn til Noregs, ef þú myndir flytja danska þjóðaflokkinn í íslenskt flokkalandslag, hvar myndi hann enda? Já, hvaða danska þjóðaflokk voru heila að gefa mér tímabil? Það er Messerschmitt með það núna? Já, undir honum. Já, ég meina hann myndi finna sér heimili ef hann ekki bara nýtt entity á Íslandi að þá myndi hann auðvitað finna sér heimili eitthvað stað nálagt Miðflokknum. Já, ekki milli Miðflokks og Flokks fólksins. Jú, ég var svona að hugsa það En svo hefur maður tekið eftir því að þetta tala að áherslur Miðflokksins í útlendingamálum hafa svona harðnað. Þá finnst mér að mörgu leyti eins og það er slaknað hjá Flokki fólksins.
Já, sko, eftir að... Það séu viðbrögð? Nei, ég bara stjórnarþáttakan breytir flokki fólksins, alveg bara leið og bara hún kom til tals. Hún breytist allur talsmótin þar. Það bara það, sko. En þjóðfylkingin í Frakklandi? Sko, málið að við eigum ekki, sko, það ekkert ástand á Íslandi. Það vantar efnaðslega og menningarlegar ástæður fyrir... Já, það ekkert ástand hér sem að pólitíka þessu toga getur, sko, fundið sér eitthvað resonans, almennilegan resonans í. Og þess vegna það bara lykilatriði sem þú nefndir áðan, að það ekki hægt að flytja flokka á milli menningar svæða svo auðveldlega. Við getum dregið samsvaranir en svona einhver svona wholesale flutningur miklu erfiðari. Þú vísar nú í það að væri einhverju reynað að flytja það frá Bandaríkjunum. Já, en svo taka menn yfirleitt kannski stef, taka þætti út úr þessu og þá svona sem kannski geta látið passa og koma þeim fyrir hérna hjá okkur. Það sem þetta mjög athyglisvert og það ekki bara við Miðflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn og bara fleiri aðila, hvernig þetta menningarstríð í löndunum kringum okkur flutt inn til Íslands líka í málum sem að við höfum bara litla tengingu við. Til dæmis bara skoðanakannanir sýna núna að 15 Íslendinga trúa því að hér sé djúpríki að störfum. Það sé einhver önnur stjórnvald heldur en þau sem við sjáum sem liggi hérna undir niðri. Þegar allir vita að íslenskt stjórnkerfi grunnríki, sko. Það bara ein trappa niður, sko. Og þá ertu komin þá ertu komin bara neðst í ríki, sko. Þannig að það svona eitt dæmi hvernig einhver hugtak sem hann lýsir nú yfirleitt í, sko, þegar að til dæmis, sko, herinn hefur meiri völd heldur en sýnist í þjóðfélagi, hergagna, iðnaðurinn einhvern veginn búin að grafa sig í stjórnkerfinu, þetta sko djúpríki. Og einhverjum hópa sem að telja sig vera rétt borna til valda getur tengst kynþáttum í Bandaríkjunum til dæmis. Og þetta svona lýsing, hugtakið á að lýsa einhverju slíku, ekkert að þessu staðar á Íslandi. En samt sko átrúnaður á þetta nánast upp á kommu svo sami á Íslandi og í Bandaríkjunum. Ég hef stundum verið að leita að bera saman kannski í Bandaríkjunum, Frakklandi, Bretlandi, Þýskalandi, þar sem að maður getur fengið sko niður stöðu skoðanakannana greinda eftir landsvæðum og aðgreina í sundur svona riðbelti. Þar sem að svona trumpismi og þjóðfylkingin og Alternative for Deutschland væri til þess ekki til ef ekki væri Austur-Þýskaland. Og bera það síðan saman og það gríðalegu munur þarna á milli og þess vegna hef ég verið að kasta í stundum upp og spyrja, þú veist, það möguleiki fyrir okkur að flytja stjórnmál riðbeltana til Íslands fyrir að við erum kannski líkari bara vaxtarsvæðum eins og London eða París eða New York. Þú getur alltaf þú getur alltaf flutt eitthvað af því, þú veist, það sem riðbelti í höstlum eins og þetta bara eins og sko í Tímosson í Finnlandi, hann bjóð til hugtakið gleymda fólkið og hann tekur það í rauninni frá bændaflokki, svona hálfpopulískum, svona agropopulískum bændaflokki sem hann í rauninni arftaki fyrir í Finnlandi sem var stofnað 1959 og hafði notað þetta hugtak gleymda fólkið. Og gleymda fólkið voru þá bara, þú veist, eitthvað fólk í sveitum, þú veist, inn til land sem hafði mist af þessari sko menntunarvæðingu og borgarvæðingu og hröðu framförum. Og og hann bara og þú veist, hann naut gríðarlegs fylgis út á gleymda fólkið. Þetta með riðbelti í Bandaríkjunum þetta bara verið að vísa í það sama og hún getur alveg fundið einmitt íslenska leið til þess að segja og hvað riðbeltið á Íslandi? Já, sko, lengi. Það náttúrulega, við getum tekið eins og staðina sem mistu kvótan, en í raunverulega þá þau ekki sambarlega riðbelti og norður hér úr Bretlands? Nei, þetta í rauninni meira, það ástandi meira, sko, eitthvað sem var hér kannski ónverðu 20. öld, þegar að svona, sko, menningar átökin á Íslandi voru, sko, á milli höfuðborgar og landsbyggðar.
þau átök hafa bara hjaðnað vegna þess að það búa allir á höfuðborgarsvæðinu. En líka vegna þess að það er flótti frá landsbyggðinni hefur dregið saman, að það er að fjölga á landsbyggðinni núna undanfarin ár sem hefur ekki gerst áratugum saman. En samt sko á þessu svæði, einhverjum 100 kilometrum bara frá þessu stúdíói, þú veist, þá er 80% þjóðarinnar. Þannig að en síður, þetta voru menningar átökin. Þannig að ryðbelti er kannski ekki endilega staður á Íslandi, heldur meira sko, það hafa hér hópar fólks orðið eftir, til dæmis leigjendur á húsnæðismarkaði. En Miðflokkurinn, hann hefur aldrei nefnt leigjendur. Nei, hann er ekki að tala við þetta fólk. Aldrei nefnt leigjendur. En ef þú ætlar að finna þá sem sátu eftir, það eru neitt hópur fólk sem að skýrast þetta skilgreina sem að sat eftir á Íslandi. Það er fólk sem að annarkot misti húsnæði sitt hérna í hruninu og eftir hruninu eða komst ekki inn á húsnæðismarkað svona á þeim tíma og eftir það, þetta er fólki sem hefur setið eftir og þarna lítur að vera mikil gremja. Það er þekkt. Og Sigmundur var auðvitað alltaf að tala við þennan hópi eftir hrun, sko. Já, þetta mætti flokka sem kannski hægri hluta búsátabyltingarinnar sem var æsif annars vegar og svo sem var í hagsmunasamtökum heimilanna sem var fólk sem að misti húsnæði sitt og var að berjast gegn því og tónnin sem svik VG og samfélkingarinnar við alþýðu manna kemur innan úr þeim hópi og það er raunveruleg upplifun fólks af harmi í þeirra ættarsögu. Þetta er fólk sem er á leigumarkaði og getur ekki stutt börnin sín til þess að kaupa og þetta er raunverulegur hópur til og kannski hefur Flokkur fólksins talað inn í þetta. Ég held að sósíalistar reyndu það. Flokkur fólksins, þetta er kjósendahópur Flokks fólksins, sko. En einhver leyti þá er óánægjan sem er inn í honum, andúðin gagnvart þá vinstri flokkunum, að einhver leyti spilar Miðflokkurinn með, svo hann kannski taki ekki upp þessi mál. Já, þessi hópur nema að leiðréttingin hafi verið fyrir þennan hóp. Þessi hópur hefur gert Kristrúnu Frostadóttur að forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að utanríkisráðherra. Altså þessi óánægja hópur? Já, með því að styðja Flokk fólksins. Svona virkar nú stjórnmálin, sko. En sko, þetta er bara ein leið af 1000 til þess að lýsa ykkur ástandi, sko. Þetta samt áhugavert að skoða hverju eru efnarslegar, menningarlegar forsendur fyrir þessari hreyfingu á Íslandi. Já, því að til dæmis í Bandaríkjunum í kringum Trump, að þá er þetta hvít yfirburðarhyggja sem hefur náð að verða rótgróin í kristinni evangelískri kirkju og reynda frá kaþólikum líka og íhaldssömum gyðingum sem að keyrir eiginlega makarhreyfinguna áfram. Ekkert af þessum forsendum menningarlegum né efnahagslegum á sig nokkur stað á Íslandi. Já, en það er nei, alls ekki. En í Bandaríkjunum er það einmitt þessi tilfinningum að hafa setið eftir þegar að sko hinir lifi í velistingum og velsældin er eiginlega hjá öllum hinum að þá sitjum við eftir. Og þá náttúrulega er dálítið erfitt að næra hvíta yfirburðarhyggju og tengja hana við það af hverju þú situr þá eftir með hana hinnir sko maka krókin og þetta býr oft til eitraðan kokteil sko af einhverju vanmáttakend og þá yfirbyrða hugmyndum sem eitra stjórnmálin og en nei, það er ekkert svoleiðis hér á landi sem hægt er að finna neina sko samsvörun í með einhverja stórs hóps. Þeir makamenn, þeir eru flytjar umverulega í þjóðaröryggisstefnunni. Hugmyndin að ótta hvítra Bandaríkjamanna að þeir séu þetta í minnihluta, flytjar til Evrópu. Og hvíta yfirburðarhyggju að þessi hætta á að löndin tapi karakter sínum og verðir umverulega ónýtir bandamenn bara innan 20 ára ef ekki verður stoppað maður er eitthvað að segja bara blöndun, allir þess ekki að segja það, þetta kemur frá Ameríku. En sko þetta er náttúrulega algjörlega brjálæðislegt, sko, hvernig hægt er að snúa staðreyndum sko gjörsamlega á hvolf því að sko einkenni Bandaríkjanna og runni styrkur Bandaríkjanna og ástæðan fyrir því að þetta varð þetta öflugasta ríki heims eftir seinni heimsstyrjöld þetta þanga ægði saman fólki
af öllum uppruna og Bandaríkin eru sko, þú veist, the melting pot, þú veist, suðu pottur heimsins, þess að fólk kom frá öllum heimshornum, af öllu litarhafti, af öllum trúarbrögðum og einhverjir svona hvítir Bandaríkjamenn eru bara helmingur í búafjöldans og svo bara fólk þarna af öllum uppruna. Bandaríkin eru margfalt sko blandaðari heldur en Evrópa er. Ég meina, Evrópa er til þess að gera frekar einslit. Ég meina, ég ferðast þessa álfu gjörsamlega þvera og endilanga bara alveg út í eitt í mínum störfum og ég fer sko hinga og þanga og það eru í rauninni bara svona þessar helstu höfuborgir London og París sem eitthvað blandaðar. Það er alveg hvert sem þú ferð annað að þá er ekki mikil blöndun og bara mikil einsleitni. Þannig að einhvern veginn eru að Bandaríkin núna að vara Evrópu við það að komast bara í einhvers konar hálfkvisti við það sem að Bandaríkin eru fyrir löngu orðin í þessum efnum. Þannig að það er alveg sko, það er svo furðulegt að þetta geti komið frá Bandaríkjanum í samfélagi sem er eitt að blandaðasta sko. Og enn furðulega er einhver Evrópu við segir bara takk fyrir Já, það er svo skrítið og þú veist og kannski ekki nema vona að sko þau svæði í Evrópu sem eru minnst blönduð veistu, það eru bara fyrir utan bara svona klassíska innri blöndun eins og í Rússlandi það er ekki stórir hópar aðkomufólks þú veist í borgum Rússlands Budapest er einhver minnst blandaða höfuborg Evrópu og þú veist svona austur hlutin það er velmegunarsvæðin sem eru blönduð og velmegunin er meðal annars stór hluta vegna þess að það kemur fólk alls staðar frá sko. Þannig að þetta er svo skrítið hvernig þetta einmitt og að einhverju bara í Evrópu segja já, heyrðu, þetta er nú góð varúðarorð frá ykkur come on Ég leik mér að því að taka bandarísku greininguna í hvíta, latínó og svarta og þetta þeir eru að breyta þessu, þeir eru að taka Norður-Afrikana og Miðausturlönd út úr hvítum sem hafa verið áður og það verður í næsta manntali þannig að ég notaði þessa þá skiptingu, þá eru tæplega 57% bandaríkjamanna hvítir samkvæmt skilgreiningu bandaríkjamanna sjálfa en 97% Íslendinga Þannig að þetta er eiginlega sko Evrópa er bara hvít álfa En svo erum við með þessar borgir sem er svona íðandi mannlíf eins og London og París og við getum sagt bara New York en til dæmis í kringum París erum við síðan með risastóri innflytjendakerfi í Frakklandi að því að það er mesti stuðningur við þjóðfylkinguna þessum flokkur sem við erum að ræða eða til dæmis ég man bara þegar ég labbaði yfir eina götu í Marseille og var komin til Norður-Afríku þetta var alveg stórkostlegt þetta var eins og í bíómynd það væri bara klift á milli Það eru mörgureiti þetta mistökin sem hafa verið gerði í Vestur-Evrópu Mér finnst þetta reyndar alveg ótrúlega gaman að þetta allt Já, það er rosalega skemmtilegt sko, þau svona út frá einhverju menningalegri svona skoðunarferð en það eru sko ég meina, ég bjó í Kaupmannahöfn á sínum tíma og ég bjó á Mærum svona innflytjendahverfis í vesturhluta borgarinnar og maður sá alveg sko þessa aðskilnaðarstefnu og auðvitað hefur þessi aðskilnaðarstefna líka alltaf verið í Bandaríkjunum skilurðu svartir af einum uppruna bjuggu í þessum hluta Harlem og sko latínóar af einum upprunum í öðrum hluta Harlem og svo framvegis en þetta ástand þar sem að þessi hræðilegu sko blokkar þyrpingar eru einhvern veginn sko illa smíðaðar byggingar hróflaðar upp fyrir fátæka innflytjendur og öllum einhvern veginn hrúað þangað. Það er náttúrulega mistökin sem voru gerð og fólk sem býr í grennd við slíkt og kannski horfir upp á umturnun á sínu nærumhverfi það er mjög auðvelt að skilja gremju þess fólks
fólk verður bara hrætt og þú veist, en það allt bara einmitt konsentrerað á einhverjum en þú veist, það segir í sjálfu sér ekkert heildarmyndina. Það heldur ekki víst að þessi flokkar sér með lausnina á þeim. Nei, þeir eru ekkert með endilega neina lausn á þessu sko. Og París eru þetta alveg bara sérstaklega slæmt dæmi þetta. Svo þá erum við að tala ef að fólk að túristast í París þá erum við ekki að tala sko París innan borgarmarkana, þó að þar séu náttúrulega einkenni raunverulega bæði aukinnar aðgreiningar. Það til dæmis í 20. hverfi held ég getur svona næstu dottið inn í Afríku, sunnan Sahara. En í París getur líka síðan dæmi sko vellukkaða blöndun fyrri ára og áratuga. Já, fyrri ára og áratuga, það alveg hárrétt. Það sem allt varð franskt. Það varð allt franskt og náttúrulega sko það eru fleiri, ég held ég færi rétt með þegar ég segi sko, það eru fleiri sem játa múslíska trú í Frakklandi heldur en í öðrum Evrópuríkjum og bara muna töluverðu og það eru stærstu hluta til náttúrulega vegna þess að þeir náttúrulega áttu þarna lendur í Norður Afríku, riðist inn í Alsír og bara hernáma Alsír alltaf og kom svo margt fólk þaðan frá þeim tíma. Og sko margar helstu þjóðhetjur Frakka eru bara Alsírbúar, þú veist, Zidane fótboltahetja og svo framvegis sko, þannig að það svo lítið annað. En svo þetta bara mjög misjafnt sko, það ein höfuðborg sem mig hugar sem held ég mér hafi flettið upp að blandaðasta höfuðborg Evrópu og ég ekki viss það myndi allir giska á það en það Brussel. Og það hefur ekkert með Evrópu stofnaðinnar að gera, bara ekki neitt. Það mikið fólki frá Kongo, það náttúrulega eitt hverfi, maður getur næstu labbað og fundið fyrir Kongo. Já, það Kongo-lýsandi koma í Matonge og Matonge alltaf að skreppa saman. Matonge var miklu stærra í gamla dag og þegar ég var á fyrra starfi, þannig ég var alltaf í Brussel sko hverju mánuði yfir svolítið tíma og þá var alltaf langskemmtilegast að fara sko eftir kvöldmatinn út í Matonge og skemmta sig þar en sko það bara eins og gentrification alltaf sömu sig sko að núna þetta orðið svo dýrt hverfi sko þetta svo skemmtilegt þannig að kongolísarnir eru raktir eitthvað annað. Svo þetta náttúrulega með svona aðskilnaðarstefnu í Molenbeek sem bara rétt við miðborgina, þú veit bara alveg smekk ofan í miðbæ, gengur yfir síkið og þú veist það bara eins og gangi yfir sko lækin sko, þú veist yfir Lækjargötu og bara þetta svona í miðbænum og þá ertu komin bara til Miðausturlanda og það ekki engir sko bjórbarir heldur eru bara svona testofur sko og allt það og þar voru þetta hryðjuverkamennirnir sem fremst þessar hryðjuverka árásir í sko París og víðar þeir bjuggu allir þar. Og ekki endilega að þeir sprettu upp úr þeim aðstæðum heldur það náttúrulega tengist hryðjuverk tengjast náttúrulega ástandi í Miðausturlöndum. Já, þetta bara sko það sem að stríðið kemur heim á endanum. Samuel Huntington skrifaði hér á sinni tíð bókina Clash of Civilization þar sem hann sá bara fram á það að hinn kristni og múslíski menningarheimur væri að skella saman og það af mörgum ástæðum sem að það gerist og það bara blasir við að þegar við hættum að kommunistar og kapitalistar hættu að berjast allavega stundarsakir að þá gerist þetta og síðan held ég sko að svo velkist þetta allt saman, hryðjuverka árásirnar 11. september 2001 og svo viðbröðin við þeim það sem ráðist inn í óskild lönd sem að höfðu ekkert með þess árás að gera með orðfæri krossferðana og svo bara arfleið krossferðana og allt þetta en svo erum við alltaf einhvern veginn í dag að taka út einhvern einn atburð og einhvern veginn reyna að skoða hann í einangrun þannig að þú getur ekki skoða þessi voðaverk þessara manna þarna í Molenbeek bara algjörlega úr tengslum við alla þessa atburði ekki fremur heldur en að við getum
sem við getum heldur ekki skoða ástandið á Gaza bara út frá því sem að gerðist þarna 7. október. Og ekki hryðjuverkin í Ástralíu nema með hliðsjón af þjóðarmorðinu á Gaza. Ég meina það bara þetta var 99,99% fólks sé friðsamt. Þá svona ástand náttúrulega mun á endanum springa út með því einhver fólk kemur með óhugnaðin heim eins og settir. Fólk telur sig hafa harma hefna og svo gerir það en sá sem verður fyrir þeirri árust hann álítur það sko sem sagt upphafspunkt alls málsins og svo framvegis og það það sem ég held að sko við höfum eftir að bíta úr nálinni með þetta þjóðarmorð á Gaza því að ef að einhvað hryðjuverka manna framleiðsla þá eru það aðfarirnar þar. Herðu, en að því að tala eins og Brussel og ég var að nefna hérna París og fleira að nú hefur við þekkt þetta svona í gegnum tíðina það þótti til dæmis vera mjög skemmtilegt árum áður að fara niður í Chinatown og jáfnvel á litlu Ítalíu og það voru þarna kóreast svæði hérna svona í kringu 20. þarna sem að maður gæti borðað beinasúpu og svo gæti maður farið þetta allt farið að Manhattan sko það búið að eyðileggja hana allt nema Chinatown það að éta litlu Ítalíu en Chinatown lifir en allt annað farið þannig að þú þarf líka að fara út í Brooklyn til þess að sjá einhverja svona blöndun en ég býst við að það sé líka leysast upp að Harlem bara svona orðið eins og hver annar Stockholmur sko. En við getum setið hérna og saknað þessa tíma þar sem að fyrst þegar maður kom til New York á sámarinn og svip og núna sér maður bara búið að strauja yfir þetta allt orðið eins og hundleðilegt. Mér finnst gaman að fara þarna mér finnst gaman í Marseille að fara til Norður-Afríku og mér finnst gaman að fara til Afríku sunnan Sahara inn í París og það er meira að í indverst hverfi sem við sprottuð upp að svona undanfönnu bara þar inni. Og svo sér maður svona leifar af þegar pólverarnir komu og fleira og hvað það sem að veldur því að okkur finnst hérna svona hverfi vera svona ógnandi í dag? Það bara virkilega góð spurning sko. Kannski þegar maður mætir í hverfina þá upplifir maður að þessi horta á mann ég held að þú getur verið í LA og lent í því. Já, ég held að 11. september hafi haft mikið með þetta að gera því að sko pólitík óttans og það að ala á óttanum varð viðtekið. Það sem sagt við höfum verið að gera þætti fyrir hlaðvarpi Skuggavaldi sem í þannig ég verið svona aðeins að skoða eftirleikinn og kannski með aðeins hugleikið þessana sko en það verður þarna breyting í sko framferði stjórnmálamannana hvernig þeir tala fólk og andstæðinga og hópa. Það verður svona óvinavæðing. Óttinn verður bara að hann verður auðlind sem þú getur sko virkjað. Það bara fólkin í því auðlinda fólki sé óttaslegið. Óttinn allra hluta sem gera skal. Já, og það fer eitthvað í gang þarna. Og til dæmis sko tortryggni í garð múslima verður miklu meiri. Þeir eru stöðugt krafðir að sanna hollustu sína gagnvart vestrænu samfélagi sem þeir búa í. Þannig að þegar þú gengur inn í þetta hverfi eftir 11. september þá ertu öðruvísi forréttaður í stjórnmálaumræðinni heldur en þú gerðir þegar þú gekkst hana fyrir 11. september. Þetta náttúrulega einhver algjör rassvasa sálfræði, ég veit það. En eiga síður sko... Ég manna þegar ég var í París og sá unga arabíska stráka eða frá Norður-Afríku og með íþróttatösku í neðarlistinni. Þá skynjaði maður að sko lestin vissi af honum með tösku og hann vissi að lestin vissi af sér. En þetta náttúrulega algjört eitur hugarfarsins. Algjört eitur. Býr til bara vegg. Og ég held að það sé þetta. En ég meina, ég deili því með þér að þetta skemmtilegasta sem maður gerir á ferð að fara á milli ólíkra staða sem bera svipmót mismunandi menningar og það eitthvað það skemmtilegasta sem maður áhugaverðasta við ferðalög en ég mitt það ætti voða mikið að mást allt út og verða allt voða mikið eins. Að sjá svona það sem að ólíkar
heima renna saman svona bara eins og Bergvassá og Jökulá eða sem að fjara það sem að land og sjór mæta saman, þá oft svona líflegasta eða skemmtilegasta á að horfa sko. Já, það alltaf verið þannig menning í einhverju einangrun drefleðileg. Herðu, það hafa verið kosningar undanförnu og það alltaf verið að tala að þessi svona gríðarlega hægri bylgja og kannski að því að ég ætla aðeins að því að nefndir áðan að það svona ólíkt svipmót á milli að í Suður Ameríku kunna menna svona tala að þessi bara pendút sem að gengur og hann svona, það eins og að álfan fari saman til hægri og vinstri þó að í hverju landi sé svona sinn útgáfan af því og kannski erum við í því og þá mann að velta fyrir sér, erum við í sveiflu til hægri eða hefur við náð einhverjum topp í Bandaríkjunum, í Evrópu og þá horfum maður til dæmis til sveitarstjórnarkosninganna í Danmörku þar sem ekki að sjá einhvern stórkostlegan sigur þessara flokka þó að þeir hafi náð svona fótfestu og þú veist að verið til dæmis eins og Danmerkur demokratandi mér fannst þeir svona heldur gefin of stór sigur í Danmörku en það var bara því að þetta lítill flokkur sem er fótfestu en þetta ekki svona dæmi einhverja svona breytingu hugafars Dana bara þvert á móti. Við erum með hollensku kosningarnar þar sem að frelsisflokkurinn tapar töluvert miklu fylgi. Við erum með írsku forsetakosningarnar sem að ég veit ekki gott að tegði, ég held að þessi stjórnmál eiga nú ekki heima á Írlandi þannig að það erfitt að draga ályktanir af því. En mér finnst eiginlega svona erfitt að benda á einhverja kosningar svona eftir Trump. Nema kannski rétt eftir Trump sem eru þýsku kosningarnar þar sem að valkostur fyrir Þýskaland náði töluverðum góðum árangri en það var samt ekki nógu mikið til þess að gömlu flokkarnir gátu haldið áfram stefnu sinni að útiloka þá frá stjórnmálunum en það eiginlega engin nema þú ferði yfir í Austur-Evrópu þá sérðu svona sigra hægrisins Tékklandi. Já, þá fara merkimiðarnir líka bara að verða flóknari. Þetta alveg satt sko, þessi meinta hægri bylgja sem stundum hefur verið talað ég hef ekki alveg séð hana gera sko. Ég meina verkamannaflokkurinn vann sigur í kosningunum í Bretlandi og við völd þar. Já, hann var náttúrulega þingsæti en til dæla lítinn sigur í prósentum. Það bara, ég meina völd völd. Já, það sem ég að melda afstæða almennings. Já, nei, það sko, svo það líka allt eftir hvað áttu við með hægri. Þú veist, sko, skalinn hægri vinstri, við getum sett hann undir raðaflokkum á hann á svona efnahagslega mælikvarða, en við getum líka raðaflokkum á hann á sko menningarlegan mælikvarða. Og þá þjóðnishyggjan hægra megin og alþjóðahyggjan vinstra megin og í þeirri merkingu hægri vinstri skalans þá hefur orðið þessi hægri bylgja, það að segja þjóðernis bylgja. Hún hefur alveg augljóslega átt sér stað bara undanfarin ár og áratugi en það ekki þessi svona allsherjar klassíska hægri bylgja sem við höfum kannski sem svona sullað að einhver leyti inn í umræðina. Trump hefur ekki haft einhver ruðningsáhrif fyrir álíka stjórnmálaflokka í Evrópu almennt og ég myndi alls ekki setja sko, tengja einhver árangurs kristilegra demokrata í Þýskalandi við, það bara allt annað mál og þetta alveg að sama. Það eins og í Brexit drap umræðuna í öllum öðrum Evrópusambandsríki útgöngu. Umræðan var á fleygiferð. Frakklandi, Hollandi, Ítalíu, Danmörku og út allt. Þegar Bretarnir fara út og afdrif þeirra eftir útgönguna, þegar menn sjá það, að þá bara kála eða allir umræðu útgangu út úr Evrópusambandinu. Og það sama held ég að sé að einhverju leyti með Donald Trump, þó að sé svona illmælanlegra, að hann sem sagt viðbragðið ekki meiri stuðningur við slíka flokka. Og og núna skrifar hann fullum fetum í þessa þjóðaröryggisstefnu að það sé nú samt ætlunin að styðja við slíka flokka í Evrópu og að þeir eigi núna rísa í kjölfarið, en það hefur ekki gerst og þeim nú eflaust bjarnagreiði gerður með því að skrifa þetta svona niður sko.
En eitt sem við kostur þetta við þessu, sumir af því flokkum ef við værum með Trump við borðið og hann mætti benda á þann sem honum þykir bestur og erum með Putin þetta líka og hann mætti benda á þann sem honum þykir bestur. Þeir myndi í mörgum tilfelli benda á sömu flokkana. Já, þeir fíla sama liði, sko. Þetta eru náttúrulega, sko, Putin og Trump eru bara erkitýpur þjóðernispopulista samtímans. Og ég hef lengi verið með þá saman á Glæru þegar ég að halda fyrirlestra þessa þróun í heiminum á undanförnu og þeir eru bara snýttur úr sömu nös, sko, þjóðernishyggjunar. Á ólíkan hátt, það er ekki, Putin hefur svona einhverja heildarhyggjuhugmyndir sem að Trump er meiri svona disruptor að einhverju leyti, þó hann sé mjög hratt að færast í átt að valdboðs pólitík Putins. Nei, og svo vilja þeir bara vera með sínum líkum, Viktor Orbán og svoleiðis konum. Erdogan. Já, Erdogan er aðeins dottið út úr náðinni, út af gasastríðinu, sko. Já, Trump segir eitthvað svona, hann segir svona, hvað segir hann, tough cookie, en hann hefur gaman á honum. Já, og þú veist, svo eru við, sko, einhvern veginn, litla Ísland klemt á milli í þessari heimsvaldapólitík sem hendar okkur ekki mjög vel og bara út á grjótorðum hagsmunum íslenskt efnahags. Áður en að ég kveði og óskaði gleðileg jóla, má ég aðeins spyrja þetta er svona, ég veit ekki hvað það kallar þetta á vinstri vang íslenskra stjórnmála, þá verður svona hálfgerð svona upplausn. Svandís Svavarsdóttir tilkynna, hún ætlar ekki að vera áfram formaður. Dóra Björnsdóttir í Samfylkinguna. Pírata lýsaði yfir að þeir séu svona frekar að leita að einhverju svona nýju framboði, sameiginlegu framboði, frekar en að bjóða fram í eigin nafni. Ég veit ekki hvort það komið eitthvað svoleiðis fram frá VG. Sanna Magdalena lýsti yfir að hún ætlaði ekki að fara fram fyrir sósíalistaflokksins neitunarflokks, að það var gott að gefa þeim frí. Hvað erum við að horfa á? Erum við að horfa á svona bara upplausn og erfitt að sjá fyrir hvert hún muni leiða eða hvað er þetta? Nei, mér finnst þetta bara tiltölulega augljóst Þú ert með einhverja fyrrverandi stjórnmálaflokka sem er orðnar tómar skeljar. Þegar þú dettur út af þingi að þá bara, þú veist, þó að sé einhverju sveitastjórnum eftir einhverjar fyrir kosningar, þá eru þetta tómar skeljar. Það er ekkert, sko, það þýðir ekkert að berjast við að taka yfir einhver tóma pappakassa, skilur þú veist, hann er bara tómur fyrir vikið. Þannig að ég held að allt þetta fólk hljóti að sjá að sóknarfærið, og það er töluvert sóknarfæri fyrir stjórnmálaflokk vinstra megin við Samfylkinguna, að það sem sagt eina leiðin til þess að úr því sóknarfæri verði skorað mark sé að sameinast framboð. Þú getur ekki búið til eina góða köku úr brendum Nei, ég held að það þurfi eitthvað nýtt fólk líka að koma til skjálana og eitthvað af þeim sem að þarna eru fyrir að fleti geta áfram verið með, en ég get eiginlega ekki séð fyrir mér að neitt þeirra sé sko leiðtogaefnið, nema þá helst Sanna Magdalena. En sko en þó veit ég það ekki, en ég held að þetta sé bara fólk í tilvistakreppu, eða þú veist ekki fólki sjálft í tilvistakreppu, heldur bara pólitíkin sem það hefur verið í er komin í eitthvað öngstræti og og þú getur komið eitthvað gott og, já, ég meina þetta er að mörguleiti svipað ástand og bara þegar að Samfylkingin var til á sínum tíma, það bara þeim megin á vinstri vægnum sko það er engin svo dálítið fyndið, það er að tala að hér sé allt sko að vinstrið á Íslandi sé horfið, en sko Samfylkingin er við völd bæði í ríki og borg og telst vinstriflokkur og telst seinast hér í gáði vinstriflokkur, þá hann hafi kannski færst eitthvað nær miðjunni heldur en það sem að vara áður sko. Þannig að munur á Samfylkingu Jóhannu eða Kristrún. Já, munur á þessu, en þetta er eiga síður sko svona nær vinstri flokkur sko. Miðvinstri flokkur. Já, en sko ytra vinstrið hefur augljós sóknarfæri og nú er bara spurningin að sjá hvort að þessu fólki takist að spila úr því. Þau skora víða vel eins og í New York og Kaupmannahöfn. Já.
Heldur betur, núna og rosalega áhugavert að sjá hvað gerist í Bandaríkjunum í þeim efnum, hvort að sko svona einhver róttækur armur demókrataflokksins ná einhverju flugi. En sko liður í því að þetta geti orðið á Íslandi einmitt að fólk eins og Svandís Svavarsdóttir stigi til hliðar, rými fyrir nýjum og nú bara að sjá hvort að aðrir sem eru þarna á fleti fyrir sko geri slíkt hið sama eða reyna að hanga á sínum tóma pappakassa. Nú erum við að tala svolítið út frá Reykjavík, stærsta sveitarfélagið. Ég menna það bara ein borg í landinu. Já. En ef við skoðum til þess eins og Píratana, þeir áttu 3 borgarfulltrúa, nú datt einn af lestinni núna á hann. Já. Og þeir áttu ennþá einn í Kópavogi, áttu einn í Árborg sem sagði sig úr flokknum. Já. Þannig að helmingurinn af borgarfulltrúa þeirra hafa horfið núna bara á síðustu vikum. Frá formannskjörinu. Já, ég held að þetta sé... Í VG flóknara vegna þess að þeir eru einn í Reykjavík, engan annan bara á þessu stórborgarsvæði þínu, en þeir eiga einhvern upp í Borgarnesi, svo í Skagafirði og þeir eiga í Norðurþingi og Múlaþingi. Þannig að það svolítið erfiðara fyrir þá að segja, nei, þetta bara tóm skel. Ég held að enginn í VG út á landi myndi taka undir það með þér. Þetta verður tóm skel. Sko, ég einhver bara meginstraum stjórnmálafræðingur og ég reyna að meta einhverja möguleika. Það engin fordæmi þess að flokkur hafi dottið út á þingi og geti bara komið aftur í sömu konstellasjón og bara bóðið sér fram og mætt bara aftur. Þetta er ekki eins og KR sem fellur niður deild og kemur svo upp árinu seinna. Þetta hefur bara ekki gerst. Þetta þannig skipbrot að það verður eitthvað nýtt að verða til. Þannig að VG í sömu sporum og samtök frjálslyndra og vinstri manna, Bandalag jafnaðarmanna, Borgaraflokkurinn. Bara allir þessir flokkar. Og þannig að það verður að verða eitthvað nýtt upphaf. Það bara bæði sagan segir það og bara stjórnmála lögmálið að mörguleyti segir okkur þetta. Það ekki þar með sagt að þetta fólk og þeirra pólitík hafi ekki erindi. Það verður bara að vera á einhverju nýjum vettvangi. Einhvern tíðan var nú búið til frambóð sem hét í nafni og ekki gott að endur ekki það. Þú varst eiginlega að vísa í það að það er upphafið af Samfylkingunni, ekki nýr vettvangur sem var frambóð í borgarstjórnarkosningunum 1990. Ekki? Þannig að sko það bara alveg augljóst. Þannig en sko síðan verður þetta hluti að sjálfsmynd fólks og það skiljanlegt að þeir eru vinstri grænir eða þeir eru píratar eða þeir eru í þessum sósíalistaflokki sem þú stofnaðir. Og en þetta ekkert af þessu að minni hyggju sko á vetursetjandi. Þannig að það þarf að búa til eitthvað nýtt út úr þessu. Út úr því getur bara komið eitthvað ágætt sko. Ögmundur hafi sagt að flokkar ættu helst ekki að vera eldri en 8 ára. Já. Þeir séu bara tæki til þess að koma ykkur í gegn. Auðvitað eru þeir þar en ég nú kannski ekki alveg sammála því því að skipulag, lýðræðislegt skipulag í stjórnmálaflokkum skiptir líka máli. Þeir eru ekki bara fólk og hugsjón. Þeir eru líka stjórnmálastarf sem skiptir máli. Herðum, Eiríkur, takk fyrir að koma hérna á aðvendunni og tala stjórnmál. Takk fyrir mig. Takk og gleðileg jól. Gleðileg jól. Herðan, við höldum hérna áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að átta okkur á þessum heimi og samfélaginu. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.